Science of Safety, sem hefur verið þýtt merki öryggi á íslensku, er gagnreynd hugmyndafræði í barnavernd og félagsþjónustu sem býður upp á samræmt verklag og verkfæri til að vinna með barni, foreldrum og tengslaneyti þeirra. Er að ræða öryggis- og lausnamiðaða nálgun sem leggur áherslu á að fagfólk byggi upp tengsl við börn og fjölskyldur á öllum stigum máls, án þess að missa sjónar af öryggi barna. Aðferðin miðar að því að gera barnaverndarstarf skiljanlegt, árangursríkt og miða að varanlegum lausnum fyrir barn og fjölskyldur. Merki öryggi er hugmyndafræði sem er almennt viðurkennd heim allan sem leiðandi aðferð og verklag til að vinna eftir í barnavernd. En hvað þýðir það? Það er þekkt staðreynd að ef við ætlum að ná góðum árangri í barnaverndarvinnu verðum við að ná góðri samvinnu og trausti milli fagfólks, barna og fjölskyldna. Það er ekki líklegt til árangurs ef fjölskyldi sagt hvað hún á að gera án samráðs, því hver og ein fjölskylda er sérfræðingur í sínu lífi og aðstæður einstakar hverju sinni. Aðferðin var upphaflega þróuð í Ástralíu á 10. áratugnum af barnaverndarstarfsfólki fyrir barnaverndarstarfsfólk. Höfundarnir Andrew Turner og Steve Edwards, félagsráðgjafar og fjölskyldufræðingar, þróuðu aðferðina í samstarfi við yfir 150 fagaðila sem unnu daglega við barnavernd. Síðan þá hefur aðferðin þróast í alþjóðlega viðurkennda aðferð sem hefur verið tekin upp heim allan og er nú notuð í yfir 200 barnaverndarumdæmum í 13 löndum í Evrópu, Norður-Ameríku, Ástralíu, Nýja-Sjálandi og Japan. Kjarninn í merki öryggi er matsrammi í kringum öryggismat barns. Þessi matsrammi er hannaður til að nota með fjölskyldum, barni og stuðningsneti. Öryggismat á að vera og er hjarta og sál barnaverndarstarfs. En barnaverndarstarfsfólk þarf á hverjum degi að spyrja sig þeirra spurninga hvort að barn sé öruggt á heimili sínu eða hvort það þurfi að tryggja öryggi barns á annan hátt. Það sem skiptir mestu máli, samkvæmt merki öryggi, er að fólkið sem þarf að tryggja öryggi barns er ekki fagfólkið. Það er í raun foreldrarnir og fólkið sem barnið tilheyrir. Samhliða öryggismatinu hafa verið hönnuð fleiri verkfæri fyrir fagfólk til að fá fram rödd og sjónarhorn barns og verkfæri til að fá barn til þess að tala upplifun sína af því sem er að gerast í því umhverfi sem það býr við. Stóra markmiðið er svo að fá stuðningsnetið í kringum fjölskyldu barns til að taka virkan þátt í því að skapa öryggi fyrir barnið, svo að barnaverndarstarfsfólk geti óhikað stíið út af málum fjölskyldunar og leyft fjölskylduna halda áfram sínu lífi, vitandi að öryggi barnsins sé tryggt. Í því skyni eru unnar öryggisáætlanir með fjölskyldum, barni, með ömmum og öfum, með nágrönnum og vinum og öðrum þeim sem fjölskyldur telja að geti lagt lið í þessari vegferð. Þetta öryggisskipulag í kringum barn snýst ef nokkur möguleikir á því að umönnun og umsjá barns sé á hendi þeirra fullorðnu sem þau tilheyra, það er fjölskyldunni þeirra. Hér er eingöngu stutta kynningu á merki öryggi að ræða. Á vefsíðu merki öryggi eða scienceofsafety.net er mikið af upplýsingum sem hægt er að leita í til að fá frekari kynningu og fræðslu efnið. Þar er hægt að sjá stutt myndbönd þar sem fagfólk heim allan lýsir reynslu sinni af því að nota aðferðina í daglegri vinnu. Undirbúningur að innleiðingu merki öryggi hefur staðið yfir frá árinu 2024 hjá Barna- og fjölskyldustofu og hefst formleg innleiðing með námskeiðshaldi og handleiðslu fagfólks hér á landi haustið 2025. Með þessu móti er áhættumat og verklag viðbrögð á sviði barnaverndar, stuðningur og ráðgjöf við starfsfólk barnaverndar og félagsþjónustu, allt svo munar á Íslandi.